Hæfnirammi íslenska menntun. Nám alla ævi. Við erum alla ævi að læra eitthvað nýtt, jafnvel þó við séum ekki meðvituð það. Við lærum í skóla, í vinnu, heima, sjálf og af öðrum til að ná okkur í prófgráðu, til starfa og okkur til ánægju. Aukin hæfni gefur okkur möguleika á að öðlast ýmis réttindi og gerir okkur færum að takast á við sérhæfð störf, breytingar og laga okkur að samfélagi í þróun. Nám alla ævi þannig hluti af lífinu. Evrópskur hæfnirammi menntun. Frá því að Evrópskur hæfnirammi menntun, EQF, var fyrst kynntur árið 2008 hafa Evrópuríki unnið að heildstæðri stefnu nám alla ævi og gerð hæfniramma menntun. Líkt og flest lönd í Evrópu hefur Ísland unnið að gerð eigin hæfniramma sem tengdur þeim evrópska. Þar sem menntakerfi í Evrópu eru ólík, gefur evrópski hæfnirammin einstaklingum og evrópsku atvinnulífi tækifæri til að varpa ljósi á þá hæfni sem einstaklingar búa yfir og bera saman námslok milli landa. Evrópski ramminn telur 8 hæfniþrep. Hækkandi þrep endurspegla auknar hæfnikröfur sem eru skilgreindar með hugtökunum þekking, leikni og hæfni. Með því að tengja námslok og hæfni við þessi 8 hæfniþrep vonast til að auðveldara verði fyrir einstaklinga að flytja milli landa til frekara náms eða starfa. Hæfnirammi íslenska menntun. Hæfnirammi íslenska menntun lýsir íslensku menntakerfi. Ramminn telur 7 hæfniþrep. Markmið hæfnirammans að auka gagnsæi innan íslenska menntakerfisins og milli evrópskra menntakerfa. Með auknu gagnsæi verður auðveldara að bera saman og meta hæfni einstaklinga, hvort sem þeir hafa öðlast hana í skóla eða á vinnustað. Í íslenska hæfnirammanum eru námsmarkmið sett fram í formi hæfni viðmiða sem segja til hvað einstaklingurinn á að kunna, geta og skilja við námslok, óháð námsefni og því hvar námið stundað. Einstaklingar geta þannig gert sér betur grein fyrir því hvaða hæfni þeir búa yfir að námi loknu og atvinnurekendur geta einnig gert sér betur grein fyrir því hvað starfsmenn kunna og geta. Öllum viðurkenndum námslokum í íslensku menntakerfi raðað á þessi 7 hæfniþrep. Fyrsta hæfniþrepið á mörkum grunn- og framhaldsskóla og felur í sér almenna menntun. Annað þrepið einkennist af fremur stuttri sérhæfingu sem miðar einkum að faglegum undirbúningi undir frekara nám eða störf sem krefjast þess að starfsmenn geti sýnt ábyrgð og sjálfstæði innan ákveðins ramma. Þriðja þrepið einkennist af auknum kröfum sérhæfingu og fagmennsku. Þar fer fram sérhæfður undirbúningur undir háskólanám, lögvarin störf, sérhæft starfsnám og listnám. Fjórða þrepið felur í sér ýmist aukna sérhæfingu í störfum og í tengslum við leiðsögn og stjórnun í starfi eða til undirbúnings frekara náms. Fimmta þrepið felur í sér þekkingu á kenningum og fræðilegum hugtökum og beitingu aðferða, bæði fræði og starfsgreina við úrlausn verkefna og frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum. Þrepinu skipt upp, 5.1 og 5.2. Sjötta þrepið einkennist af auknum skilningi og innsæi á kenningum og fræðilegum hugtökum, beitingu þeirra við þróun og úrlausn verkefna, frumkvæði að nýjum verkefnum og ábyrgð á framkvæmd. Þrepinu skipt upp, 6.1 og 6.2, en helsti munur á 6.1 og 6.2 felst í kröfu reynslu af rannsóknum. Sjöunda þrepið gerir ráð fyrir yfirgripsmikilli yfirsýn yfir kenningar, rannsóknir og nýjustu þekkingu á ákveðnu fræðasviði, getu til að leiða rannsóknir og ábyrgð á flókinni fræðilegri vinnu. Tökum nokkur dæmi hvernig námslok raðast á hæfniþrep. Anna með doktorspróf í verkfræði og starfar á verkfræðistofu. Anna fór hefðbundna leið í gegnum skólakerfi til að ljúka doktorsprófi. Andrés hárgreiðslusveinn. Eftir grunnskóla fór hann beint í nám í hárgreiðsluiðn og lauk sveinsprófi að loknu starfsnámi. Andrés hefur starfað á sömu hárgreiðslustofunni frá útskrift. Honum finnst starfi skemmtilegt en hann á sér þann draum að stofna eigið fyrirtæki og taka nema í starfsþjálfun. Til þess þarf hann að fara aftur í skóla og ljúka iðnmeistaraprófi. Andrés hefur nú tekið marga nema í hársnyrti iðn. Honum finnst það gefandi og langar að verða kennari í iðnnáminu sjálfu. Til þess þarf hann að fara í háskóla og ljúka diplómagráðu í kennsluréttindum. Magnús 33 ára. Hann tók nýlega við rekstri veitingastafar foreldra sinna. Hann fór á samning á sínum tíma, hóf nám í framhaldsskóla en af ýmsum ástæðum lauk hann ekki námi. Hann hefur því ekki lokið neinni formlegri menntun eftir grunnskólapróf. Magnús langar að efla núverandi starfsemi. Til þess þarf hann að auka fagþekkingu sína. Hann byrjar á að fara í raunfærni mat til að fá þá hæfni sem hann hefur öðlast út í atvinnulífinu metna. Með raunfærni mati styttist leiðin á sveinsprófi. Að loknu raunfærni mati lýkur Magnús þeim áföngum sem ekki fengust metnir með raunfærni mati. Hann útskrifast því sem sveinn í matreiðslu. Magnús fékk ráðgjöf að bæta við áföngum og ljúka stúdentsprófi samhliða sveinsprófinu.
Magnús getur nú valið nokkra leiðir til að byggja ofan á þekkingu sína. Hann getur farið í iðnmeistaranám til að auka þekkingu sína á rekstri og fá réttindi til að taka að sér nema. Hin leiðin sem hann alvarlega íhuga að fara í nám í viðskiptafræði í háskóla. Tökum að lokum dæmi samspil íslenska og evrópska hæfniramans. Helga með bakkalárgráðu í grafískri hönnun frá Listaháskóla. Helgu langar til að auka sérhæfingu sína í faginu og hyggur á meistaranám í Amsterdam. Meistaranám í grafískri hönnun við Háskóla í Amsterdam á hæfniþrepi 6.2 í íslenska rammanum, en í þeim evrópska og hollenska á hæfniþrepi 7. Nánari upplýsingar íslenska og evrópska hæfniramman að finna á hæfnirammi.is.